Hvað segir þú? Við erum náttúrulega á pappírunum eru við 30 stigum lélegri en Frakkandi sko, þannig að þeir eru topp 5 í heiminum og það er ástæða fyrir því og þeir eru bara virkilega djúpir og erfiðir að sást hana í þriðja leikluta þegar þeir fóru aðeins að gefa aðeins í þá þau bara ekki breyk. Eins og segir þá leikinn eru að þróast þannig að skoða fyrir að fyrir að rennir frá okkur í loftunum smettaði líka. Hvað getur það? Já, það getur verið og enga sýstik sem kom inn á hverju sinni. Það er erfitt að útskýra það en náttúrulega maður þekkir það sjálfu þegar maður er með betra lið þá er oft svona þriðja leikurinn það sem maður gefur í og það var bara það sem það gerðu. Þeir klikkuðu ekki skotum, þriggjarstæða skoti held ég í þriðja leikluta, það voru 6 af 6 held ég með 18 stig og var ekki slæmi fyrir þannig að ef þeir hitta svona þá hefur við ekki séns. Sigurinn hafa verið stóri. Sem er aðeins breytingu í rótringu. Það sá gólfið í fyrir leikum. Já. Er hérna mikið annað, eitthvað breytingur á milli leikja sem spilum síðan tvo? Ekkert svona, jú, auðvitað mér fannst svona rótringi betur og Kristó kom bara frábærlega inn í þetta og mikið kraftur í honum og mér fannst fyrirháleikur bara mjög skemmtilegur á að horfa að bekknum. Góður kraftur í okkur, við ákveðum að keyra hans meira á það heldur en að vera að bíða eftir í hvað sóknarleikur myndi gefa okkur. Þetta er bara að taka fyrsta möguleikann og það er eini möguleikin okkur á móti svona stórþjóð að skora. Það er að sækja á það bara þegar þeir eru ekki klárir. Slóðan er næst, bara mjög vel, það verður náttúrulega gríðarlega erfiður leikur. Góðan Dragis er búinn að vera að leika sér með aðstæðingana þannig að þetta verður virkilega erfitt en möguleiki en við allan sýndum aðeins meiri kraft í dag og skotum var aðeins að detta og nú þurfum við bara að skila þessi 40 mínútur.